nýta tækifærið að hafa músíkina hérna í eyrunum. Svo endilega, takkið þátt í dag. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. I'll praise in the valley, praise in the mountain. Oh, I'll praise when the shore, praise when the
að koma í hús þitt í dag, heilaga drottinn. Við þökkum þér fyrir að þú ert trúr og sannur, halleluja. Helgist þitt nafn, Jesús.
I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing your song. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, I'm gonna sing of the goodness of God. Woo, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Hallelujah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Heilagur ertu drottinn Jesús. Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Takk Jesús, rísum á fætur, aðeins. Takk Jesús. Það er gott fyrir okkur að standa og sitja svona til skiptis. Halleluja. Ég vil bara segja eitt, hann er verðugur. Hann er alltaf trúfastur. Okkur finnst stundum eins og hann komi örlítið of seint, en ég skal segja ykkur það, hann kemur alltaf á réttum tíma. Hann er fullkominn í öllu því sem hann gerir.
Og ég hef svo mikið áttað mig á því bara núna síðustu daga, síðustu ár, síðustu misseri. Þetta snýst allt afstöðu hjarta míns. Og vinir, hann knýr á dyrnar og hann vil koma inn í líf okkar. En hann herramaður. Hann mun aldrei ryðjast inn í lífið þitt og gera eitthvað í lífið þínu sem að þú vilt ekki hann geri. Þannig að við þurfum að hleypa honum inn, vinir. Og leiðin til þess að hleypa honum inn að sleppa tökunum, lyfta upp höndum okkar og bara lofa hann. Lyfta honum upp, halleluja. Þannig að mér langar til þess að taka smá stund og biðja ykkur að lyfta höndum ykkur og bara þakka Guði fyrir trúfesti hans náð og miskunn. Og Drottinn, þú ert heilagur, þú ert miskunnsamur, þú ert alltaf trúfastur, Drottinn minn. Og Drottinn, ég bið að koma, Drottinn minn, og dvelja, Drottinn, þegar við, Jesús, lyftum upp þínu nafni, kannski með fátæklegum hætti, Drottinn minn, en þú segir í orði þínu að þú býrð í lofgjörð líðs þíns. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það ekki út af okkar eigin getu, heldur þinni góðvild, Drottinn minn, Jesús, að þú stendur við það sem að þú segir, Drottinn minn, Jesús. Ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni, Drottinn. Ég bið Drottinn minn að gefa okkur nátis og horfa til þín, horfa upp, Drottinn minn, en ekki niður á kringumstæðunar okkar. Drottinn, hafa náð, Drottinn minn, til þess að leita til þín í kringumstæðum, en ekki leita í síman eða eitthvað annað, Drottinn minn. Gefðu okkur náð, Drottinn minn, til þess að helga okkur og hreinsa okkur. Og Drottinn, dragast nær þér, Drottinn, meira í dag heldur en í gær. Og við biðjum í Jesú nafni og allur líðurinn sagði. Halleluja, við ætlum að taka samskot og svo ætlum við að halda áfram með lofgjörð hér í dag, því að hann verðugur. I'm calling on the
the same God. You are the same God. You touch the lepers, and I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river comes and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. Takk Jesus. Þú ert heilagur. Þú ert verðugur. Þú ert verðugur, Jesus. Endilega bara tökum þetta síðasta lag og gefum honum dýrðina. Því hann er svo sannarlega verðugur í dag og alla daga. All the saints and angels bow before
Jesús, halleluja. Mögnu lofgjör í dag. Dýr sé þér Jesús, má ég heyra amen. Halleluja, það þarf nú ekkert endilega marga á pallin til þess að maður finni dýr Guðs. Dýr sé þér. Helmingurinn á pallinum eins og þið sjáu er í sumafríi og það bara eins og það er. En við erum hér og við getum ekki annað því að Guð er góður. Má ég heyra amen. Hvað þýðir amen? Það þýðir svo skal það vera. Þetta er bara játning. Takk Jesús. Ég var að hugsa það þegar vorum að lofa Guð hvað er yndislegt að þekkja hann þegar maður er upp á tindinum. Það er yndislegt. Það er yndislegt að geta lofa Guð þegar allt gengur vel og hlutirnir bara ganga vel og Guð er að blessa og allt það. En maður kynnist nýrri hlið á Guði þegar allt gengur ekki rosalega vel. Og síðasta vika er bara búin að vera erfið vika hjá mér. Ég er búin að vera lasin, sennilega bara með COVID. En ég hef líka fundið kærleika Guðs með alveg sérstökum hætti því að hann er liljan ljúf í dalnum, kennir ritningin. Og vinir, ekki hræðast að fara í gegnum erfiða kringumstæður. Ekki hræðast það. Ekki hafa áhyggjur þegar þið finnst eins og himnarnir bara einhvern veginn hvolfa yfir þig. Guð er samt trúfastur. Og það sem ég hef tekið eftir í gegnum mitt allt saman er að hann yfirleitt breytir mér mest. Hann breytir mér þegar ég fer í gegnum erfiðleik og ég læra að gefast upp í þessum erfiðleikum og gefa honum alla dýrð. Þannig ef þú ert að fara í gegnum einhverja kringumstæður, ekki vera með eitthvað svona, þið vitið, reiðisvip á andlitunum og bara einhverja hörku. Leyfið Guð að eiga við hjartað okkar. Má ég heyra amen? Ég ætla ekki að tala í dag, út að ég er bara búin að vera lasin, Árni ætlar að tala. Og hann ætlar að tala efni sem er mjög hugleikið og hefur með innri lækningu að gera. En fyrst ætlum við að rísa á fætur og við ætlum að biðja. Og þegar við heyrum orð Guðs, aftur það sem ég sagði áðan, þá skipti afstaða hjart okkar öllu máli. Og Biblían talar að orð Guðs fari út og það ber 30-faldan, 60-faldan eða 100-faldan ávöxt í góðri jörð. Og það þýðir það að hjart okkar þarf að vera góð jörð. Og ef það er ófyrirgefning eða eitthvað slíkt í þínu lífi, slepptu tökunum. Biddu Guð að hjálpa þér að sleppa tökunum. Út af vinir, hann þráir að við tökum við því sem hann hefur fram að færa í góða jörð. Og vinir, góð jörð er fyrst og fremst ákvörðun sem við þurfum að taka. Við þurfum að taka ákvörðun að sleppa tökunum á ófyrirgefningu. Við þurfum að taka ákvörðun að sleppa tökunum á reiði og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að við ætlum í dag, við ætlum að sleppa tökunum og við ætlum að gefa honum alla dýrð. Og við ætlum að lyfta upp nafni Drottins og við ætlum að taka við því orði sem hann hefur fram að færa. Í dag má ég heyra amen. Svo skal það vera. Lyftum upp höndunum. Jesús, ég bara þakka þér fyrir trúfesti þína. Ég þakka þér fyrir náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir heilagleika þinn. Og Drottinn, ég vil þakka þér fyrir að þú kemur aldrei of seint, Jesús. Hvar væri ég án þín, Jesús? Drottinn, ég vil segja það, ég vel þig í dag, Drottinn. Ég lyft upp nafnið þínu, Jesús. Því að þú ert trúfastur, Jesús. Ég bið að blessa sér hvert hjarta hér í dag, Drottinn. Að við opnum okkur fyrir því sem að þú vilt segja, Drottinn. Og ekki bara það, heldur að það skjóti rótum í hjarta okkar. Og það beri mikinn ávöxt. Og Drottinn, megi þinn vilji verða í okkar lífum, okkar allra. Og Drottinn, allt sem að reiki sér upp gegn þekkinguna þér. Ég brýta á baka aftur í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Og Drottinn, við tökum við því sem að þú hefur fyrir okkur. Og Drottinn, við ætlum ekki að reykja okkur upp, við ætlum að auðmýkja okkur undir þína voldugu hönd. Við ætlum að auðmýkja okkur undir þína voldugu hönd. Því að þú munt á réttum tíma upphefja. Halleluja, því að þinn tími er. Og Drottinn, ég bið fyrir Árna þegar hann talar orð þitt hér í dag, Drottinn minn, ég bið að blessa hann. Ég bið að vera með honum, Drottinn minn. Halleluja. Og gerð honum orðamæla hér í dag og við biðjum í Jesú nafn og allir líðurinn sagði. Halleluja, amen. Halleluja. Amen. Drottinn, hann myndi mig á það, Drottinn myndi mig á það þegar ég
var að koma á samkomu sem þessa fyrir 40 ára síðan. Ég var 21 árs gamall. Og ég man ennþá eftir því þegar ég var á samkomunni hvað ég var óttasleginn. Hvað ég var óttasleginn, hvað ég fann mig óverðugan og hvað ég bara hafði þörf fyrir það að fá lausn inn í mitt líf. Og ég fekk að heyra Jesú Krist og hvað hann hefur gert fyrir okkur og ég fekk náða þessar samkomu til þess að rétta upp hendi þegar hann var boðið fram að taka við Jesú Kristi sem frelsaranum. Ég rétti upp hendi, ég þorði ekki að gera en ég rétti upp hendina og svo vorum 2-3 og var boðið að koma fram og biðja frelsisbænina og ég man að ég hugsaði mér er alveg sama hvað fólki hugsaði og mér er alveg sama hvað fólki heldur um mig. En þetta var mín vörn til að verja allan óttan inn í mér. Við höfnunina og bara allt það sem ég gengi í gegnum. Reiðin og höfnunin og bara allt það sem ég var að upplifa. Vanlíðanin, sektarkenndin, skömmin. Bara allt það sem ég var að burðast með. Þetta var eins og byrðið á bakinu á mér. Og ég bara fann það að ég þurfti að fá lausn. Og ég gaf Jesú tækifæri. Og Guð bara minna mig á til lofgjörðinni. Það var 40 ár síðan. Og þegar ég baði þessara bæna, þá bara fann ég nærveru Guðs, ég fann hvernig byrðin fór á bakinu. Og ég fann bara nærveru Guðs koma, kærleika Guðs koma og tárið byrja að flæða niður. Og bara vá, ég er svo þakkláttur fyrir það sem að Jesú Kristur har gert fyrir mig að hafa komið inn í mitt líf. Og bara hafa breytt lífið mínu. Og ég man svona hvað, mér fannst fólkið í kirkjunni vera svo heilbrigt með hvernig ég var að koma úr eiturlyfjaneyslu, mikilli drykkju, ég byrjaði að drekka þegar ég var 12 ára gamall, hverja einustu helgi, þangað til ég var 15 ára, byrjaði dópið þá, og þegar ég var 20 ára gamall, þá var ég bara alveg niður brotinn og búinn á því, glímdi sjálfsmorðshugsanir, og ég bara man, þegar ég fann kærleika Guðs, bara Guð, hann er raunverulegur. Að þá bara breyttist allt í mínu lífi og ég sagði við Drottin að ef hann myndi leysa mig þá myndi ég fylgja honum, bara það sem eftir er og ég hef fengið náð til að ganga með honum í 40 ár. 40 ár í dag og stundum finnur maður sig svo óverðugan, ég bara fann í lofgjörðinni allt inni bara svona eins og óverðuleika, ég fannst ég ekki vera verður að tala orð Guðs og kannski er einhver hérna inni sem er að upplifa óverðuleika. Ég glímt mjög mikið við þennan óverðuleika. Og þessu óverðuleiki, hann kemur vegna höfnunar í okkar lífi sem við finnum svo oft. Og þegar við draugum okkur í einungurinn vegna höfnunar. Og vegna höfnunin, hún gerur okkur svona að við förum að upplifa við sem einskis virði. Það enginn elski okkur. En þvílík lausn að við höfum árnamann að himnum, Jesú Krist, sem að elskar okkur. Hann gaf líf sitt í söluna fyrir okkur, til þess að leysa okkur frá höfnun og öllu því sem við erum að glíma við. Hann elskar óttan úr okkar lífi. Þann ótta við höfnun sem við glímum við. Men svo öll erum við að leita að því að einhver elski okkur. Öll erum við að leita að því að einhver meðtaki okkur. Og svo kemur lífið þegar það gerist ekki, að þá förum við inn í einhvern pitt sjálfsvorkunnar og eymdar og þunglyndis. En Drottinn hann kom til þess að frelsa okkur og leysa okkur frá þessu. Og þekkingin hún er hálfur sigurinn. Og ég ætla aðeins að fjalla um þetta efni í dag. Hvernig við sigurast á höfnun. Halleluja. Rót allrar höfnunar er sprottið fram í aldingarðanum Eden þegar Adam og Eva féllu í synd. Þegar þau óhnunuðust Guð og féllu í synd. Þá byrjuðu þau að hlaupa frá Guð, þau byrjuðu að flýja Guð vegna aðskilnaðar sem að syndin gerði í lífið þeirra. Og þetta byrjaði strax þar og við fæðum svona út af þessu. Við fæðum með þetta í okkar lífi, þessa höfnun vegna aðskilnaðar frá Guði. Fyrst og fremst. Og þau byrjuðu að fela sig í aldingarðinum. Og Drottinn hann kom og gaf þeim tækifæri og fór að spyrja spurninga, af hverju eru að fela ykkur?
Og þau byrja að kenna hvort öðrum. Þannig að Guð þurfti að láta það fara úr nærveru sinni, út úr aldingarðinu. En hann kom sem frelsari á ný til þess að leysa okkur frá þessu. Jesús Kristur, hann kom sem frelsari til þess að leysa okkur frá þessu. Halleluja. Hann elskar okkur svo mikið að hann kom og lagði sjálfan sig í sölundar. Hann fór upp á krossin og dó fyrir okkar syndir og sútum til þess að leysa okkur og gefa okkur samfélag við sig og ný. Halleluja. Ég ætla að byrja að lesa Sálm 133. Þetta er helginguljóð eftir Davíð og þetta er svona sálmur einingar. Það segir að sjá hversu fagurt og yndislegt það er þegar systkini búa saman. Eins og hinn ilmgóða olíu í höfðinu rennur niður í skeggið, skegg Arons, fellur niður á kirtifans hans eins og dögg af Hermannfjalli fellur niður á Síónfjöll því að þar hefur Drottinn boðið út blessun, lífi að eilífu. Það sem 2 eða 3 saman komnir í Jesú nafni þar hann mitt á meðal. Við erum fleiri en 2 eða 3, þannig að Jesús hérna mitt á meðal. Og það kom tíminn í lofgjörðinni að Drottinn ætlar að mæta okkur á sérstakann hátt í dag. Ég fann að Drottinn bara vildi svona eins og bara þvo þessa höfnun úr okkar lífi og þennan óveruleika úr okkar lífi. Og gefa okkur skilning og sigur að því hvernig það gerist. Og leysa okkur. Og það er svo magnað að nafn Drottins kemur fram í þessu sálmi. Við vorum að syngja hvað nafn Drottins er gott, hvað hann er góðviljaður. Og þetta orð fagurt, sjá hversu fagurt, þetta orð fagurt nafn Drottins, það er góðvild Drottins. Það er alveg sama hvað er slæmt í okkar lífi, ef við komum með þetta í Guðs, hann gerir það gott. Allt samverkar þeim til góðs sem Guð elskar. Hann gerir allt gott. Jóhanna var að tala um það að Guð eru höfuð yfir öllu. Þessi góðvild það að þegar við segjum Drottinn, ég tek við þínu höfðingjadóm inn í mitt líf núna á sauðarbliki. Ég er að upplega slæma hluti, en ég meðtek þinn höfðingjadóm inn í mitt líf. Og þá verður, hann gerir allt gott. Þegar við komum með allt fram fyrir hann, við mögum komið djörfum fram fyrir hann. Við mögum komið djörfum fram fyrir hann. Því að hann sem verið freistað eins og vor, en án syndar. Það er svona megnur að hjálpa þeir sem verður fyrir freistingu. Og þegar við komum djörfum með allt fram fyrir hann, þá fáum við upplega góðvilsans. Bara eins og ég fekk upplega á fyrsta samkominni. Halleluja. Kallinga Guðs. Og hann með þess að talaði til mig með röddu. Árni, syndin þínar fyrirgefnar. Ég elska þig. Halleluja. Þakka þér Jesús. Og nafn hans yndislegt. Halleluja. Þetta orð yndislegt þýðir það þýðir samkomulag. Hann hefur komið sátt á gjörð. Að sætta okkur við sig, mennina, og okkur við hvort annar. Halleluja. Þannig að ef það eitthvað að í okkar lífi sem sundrung eða sundurlyndi eða ófyrirgefning, þá þurfum við að koma með það líka fram fyrir Drottinn. Hann gefur okkur sáttagjörð og ná þess að fyrirgefa eins og okkur hefur verið fyrirgefið. Og það yndislegt þegar sáttagjörðin kemur inn. Þvílíkt frelsi þegar það gerist. Halleluja. Og eins og hinn ilmgóða olía sem kemur niður höfuðið og rennur niður kirtifaldinn. Kirtifald Arons, æðstaprestins. Jesús Kristur okkar æðstaprestur, hann okkar höfuð. Hann höfuð líkamann sem við lífmyndir á líkamannum. Halleluja. Þannig að þegar við meðtökum hans höfðingjadóm, þegar við komum allt fram fyrir hann og beygjum hné okkar fyrir honum, þá byrjar olían að renna. Halleluja. Og það lækning í olíunni. Það smurning í olíunni. Allt sem erfitt að það verður auðvelt. Halleluja. Nafn hans segir í ljóðlunum sem úthellt olía. Halleluja. Og við eigum að útbreiða ilmþekkingar á nafn hans á hverjum stað, lágum stað og háum stað. Það skiptir ekki máli hvernig okkur líður. Við eigum að segja frá honum og því sem hann gert fyrir okkur. Og þá kemur þessu olía líka yfir fólkið sem heyrir. Jafnvel þó að meðtek ekki, þá samt, það starfa Drottinn og snertir. Ég veit fólk sem fekk að heyra og mörgum ára seinna sagði að loksins sjá við Drottinn. Það svo dögg.
af Hermannfjalli, fellin á Síafjall. Þannig við höfum olju, við höfum heilagan anda og við höfum líka döggina sem orð Guðs, sem manna sem kom niður í eyðimörkinni til Ísraelsmanna. Döggin eins og svona mild umvöndur sem Drottinn kemur inn í okkar líf. Hann gerir það mildilega. Þegar við leitum hans á morgnana, þegar við leitum hans yfir daginn, og þá kemur döggin, bara hún mildilega inn í okkar líf og leiðréttir okkar líf, umvöndar við okkur. Þannig að verða náðar Guðs, þá fáum við hérna náð til þess að breytast og við vorum verður til þess að þjóna Guði. Og hann gefur okkur hæfileikan í það. Halleluja. Og það svo magnað að það snjó á Hermannfjalli og það snjóra á Líbanon hérna fjöllum. Og þegar sólin skín á snjóina þá kemur þetta mistur, þá kemur þessu dögg sem gerir frjósemi fyrir trén og gróðurinn í fjöllunum. Og þannig það þegar við komum saman með margvíslegar gjafir og ólíkar áherslur, að það verður frjósemi. Það verður margbreytileg og margvísleg fæða á borði Guðs. Halleluja. Þakka þér fyrir það, Jesus. Þannig að okkar hlutverk að kappkosta að varðveita einingu andans í bandi friðarins, segir í Efesubréfinu 4. kafla. 4. kaflinn mynd af því hvernig við vaxum Guði. Og einingin lykillinn að því að vaxa í Guði. Við getum ekki borið ávöxt nema verið í honum og hann í okkur. Og að umgangast hvort annað. Í sátt og samlyndi. Og gera upp ef eitthvað kemur upp á. Gera það upp. Halleluja. Og þá kemur blessunin, líf að eilífu, líf í fullri gnægð. Ekki bara líf í fullri gnægð. Við byrjum að fá þetta líf þegar við tökum við sem frelsar okkar, en smá saman þá vöxum við upp í það að fá meira líf, þannig fáum við líf í yfirfljótandi líf í fullri gnægð. Oljan hún flóir yfir eins og segir Salmi 23. Halleluja. Halleluja, Jesus. Og ég finn þegar ég að tala þetta, það spurning í þessu. Og ég finna að það líf í þessu. Þess að Drottinn hann að koma með sérstaklega blessun inn í líf okkar. Að leysa okkur. Að lækna okkur. Að gera okkur frjáls. Halleluja. Og það talað í Efesubréfinu 4. kafla að við eigum líka að eiga einingu í trú og þekkinguna á sinni Guðs. Þá getum við haft ólíka skoðanir á alls konar hlutum af málefnum. En það orð Guðs sem að sameinar okkur. Hið lifandi orð Jesus Kristur sá sem að sameinar okkur. Trúin á hann og þekkingin á honum. Halleluja. Ég var að biðja fyrir svona cirka 2-3 vikum síðan og þá talaði Drottinn sterkt til mín að móðgun og höfnun stór hluti af því að það ekki nægilega eining inn í líkamann. Og við þurfum að læra að glíma við þetta, takast á við þetta og gera það upp. Og Drottinn hann vill koma með lausn og lækningu inn í okkar líf, en hann þráir að gera svo miklu meira meðal okkar, ekki bara meðal okkar heldur bara í landinu og til þjóðanna. Halleluja. Ég sá á einni samkomu, ég fór til Íslands og þá sá ég á samkominni bara eins og svona dropa koma niður úr bjálkanum í kirkjunni og bara eins og dögg koma niður. Og ég sá líka olíu leka. Og Drottinn myndi með þennan salm og þetta orð sem ég að tala til ykkar, það bara fætt fram út frá þessu. Þessar sín sem ég sá. Drottinn var bara endur líka nýtt sem að ég þekkti áður úr salminum. Þannig ég kom við miklu meira svona opinberun og meira líf í gegnum þennan salm, bara eftir að hafa séð þetta gerast. Og þegar ég kom heim til Ísland þá sá ég þetta gerast hérna líka. Þannig að Drottinn hann vil koma með miklu meira af þessu inn í okkar líf. Hann vil gefa okkur gleðinar olíu í stað hryggðar. Halleluja. Og gleði allstaðar við þunglyndi. Og vansæld. Og það einu af gjöfum andans. Kærleikur, gleði, friður.
það er bara, já, hérna ávextir andans. Þegar Mósi var í Egyptalandi, hann var kallaður til þess að bara frá því að hann var bara barn, að þá var hann kallaður til þess að verða leiðtogi Ísraelsþjóðarinnar og til þess að leiða það út úr Egyptalandi. Út úr ánauðinni sem að Egyptar höfðu verið í sem þrælar í 430 ár. Og hann fór svolítið snemma af stað. Það var hérna einhvern tímann að það var Egypti sem var að berja Hebrea. Og hann tók bara til sinna mála og hann bara drap hreint og beint Egyptan. Og gróf hann jörðu, hann faldi verknaðinn, bara því hann var hræddur sko í rauninni. Hann bara brást svona við og hræddur og gróf hann í jörðu til að fela þetta. Svo einhvern tíma síðan að þá voru 2 Hebrear að deila innbyrðis, var við deilinguna. Þeir voru að deila innbyrðis. Og Móse kemur hann og ætlar að skakka leikinn, svona að koma á friði. Og þá segir annari Hebreiði við hann að varst það ekki þú sem að drafst Egyptana og ertu núna komin til þess að drepa annan okkar. Og Móse hann var bara hræddur, hann fékk bara svona höfnun og hann var hræddur og hann fór í skó höfnunarinnar og bara fór í burtu í 40 ár. Þangað til hann kom aftur, Guð leiddi hann aftur tilbaka, 40 ára síðar. Og hann sér svona runna sem að logaði, en brann samt ekki. Það var nafn Drottins sem að opinberaðist fyrir honum. Og Guð byrjar að tala til hans og segir við hann að hann eigi að taka af sér skóna, en þess að hann standi á heilari jörð. Hvaða skór voru þetta? Sömu skór sem að léta flýja. Skór höfnunarinnar. Þannig að höfnun, alveg bara skýrt og greinilega, að hún gerir aðskilnað. Hún heldur okkur frá því sem að við ættum að vera nær. Halleluja. Þannig að við þurfum að takast á þetta, að sigra skóhöfnunarinnar. Og við getum lesið í Matthews Guðspjalli, 10. kafla, versið 12-14. Þessar skóhöfnunar. Þegar þér komið í hús, það var að tala um postulana, þannig að þetta er bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Þegar þér komið í hús, það árni því góðs og sé það verðugt. Skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar aftur hverfa til yðar. Þannig að þeir voru kallað til að blessa, þeir voru kallað til að tala frið, alls staðar það séu komið. Boða fagnaðarerindið. Og taki einhver ekki viður, let hlýða orðiðar, fari það út úr því húsi eða þeirri borg og hristi dustið af fótum yðar. Hvaða dust? Dust höfnunar. Þannig að það sjáum við skýrt og greinilega, bara alveg sem Móse var beðinn um að fara á skónum og þeir að hrista dustið af fótum sínum, að þetta er svolítið okkar verkefni. Þó að Jesús hafi komið sem frelsari, að þá þurfum við að gera vissa hluti og Drottinn gerir þá það sem hann þarf að gera. Þannig að við þurfum að hrista ryk höfnunar af okkar lífum alveg svo lærisveinarnir gerðu, fyrstu postularnir. Og þetta orð hrista, það merkir að hræra upp. Það þýðir að umskera. Það þýðir að kasta í burtu eða losa sig við. Og það segir orðið Guðs að við eigum að umskera hjarta okkar. Og ef við umskerum hjarta okkar, þá mun Drottinn umskera hjarta okkar. Þannig að við þurfum að umskotinni fólkinni því að afklæðast gamla manninum, þess að synduga eðli, og taka á sig nýja mannin, vaxa í honum. Halleluja. Og orðið ryk, það merkir jörð, það merkir leir, það merkir rusl, eitthvað sem er brotið og eitthvað sem er einskis virði, svona eins og auðmýkt eða niðurlagt. Og þetta er bara afleiðing höfnunar. Alveg nákvæmlega þetta. Við verðum brotin. Okkur fyrir að líða eins og við séum einskisvirði og bara svona eins og við séum í niðurlægingu. Bara í rauninni bara eins og Móse þegar hann fór í burtu að við einangrum okkur. Jafnvel frá köllum Guðs.
jafnvel frá vilja Guðs fyrir okkar líf. Þannig að höfnunin lætur okkur líða eins og við séum einskis virði, að við séum verðlaus. Og henni fylgir reiði, sektarkennd og skömm. Og þetta bara allt lygi, vegna þess að við erum verðin keypt. Halleluja. Við erum ekki verðlaus. Jesús keypti okkur laust með því að borga lausnargjaldi á krossinum á Golgata. Við erum það dýrmætt að hann dó fyrir alla menn. Halleluja. Þakka þér fyrir það, Jesús. Þannig að við þurfum að læra að sigra lygin í okkar lífi, þessu gömlu lygi í okkar lífi, sem kemur inn við syndafalli. Þessa höfnun, þessa gömlu lygi, ósannleikans, að við séum ekki verður. Þess að við erum verður fyrir það sem Jesús Kristur hefur gert fyrir okkur á krossinum á Golgata. Og við erum elskuð. Hann elskar okkur nákvæmlega eins og við erum. Við þurfum ekki að breyta okkur þegar við komum til hans. Áður við komum til hans, heldur vinnur hann verki í okkur með kærleika sinn. Og hans kærleikur rekur út allan ótta. Eitt stærsti óttin í okkar lífi er ótti við höfnun, að vera ekki meðtekin. Ef við erum mikið innan fólk sem að lætur okkur líða illa og tala niður til okkar og þess áttar að þá er mjög kannski erfitt að þrífast í svoleiðis umhverfi og margir hafa alist upp í slíkt. Og vegna rótarinnar sem er höfnunin, að vera aðskilin frá Guði, að þá er svo auðvelt að vera í bara ósegrátt að bara meðtaka meiri höfnun frá bara fólki í kringum okkur. Og sérstaklega þegar það fari illa með okkur. Og við getum látið fólk bara jafnvel í dag, þó við séum kannski komið ákveðin sigur yfir mörgum hlutum í okkar lífi, þá getum við látið fólk eyðileggja daginn fyrir okkur. Bara ef það segir eitthvað við okkur sem er óviðeigandi og að okkur finnst. Og stundum er það þannig. Þannig við getum látið eyðileggja daginn fyrir okkur. En við getum líka valið að gera gott úr því. Men sem við höfum aftur óttir sem er gott. Þannig að þetta snýst líka val, sjáum við til. Ég er að koma því að. Og við sjáum það bara þegar apóstolarnir fóru út að þeir voru jafnvel hafnað fyrir saki nafnsins. Það var jafnvel ekki tekið við þeim. Og þannig er það oft með okkar líf að þegar við bara með því að bara hafa játað Jesús Kristus frelsara okkar að þá eru margir jafnvel sem að hafna okkur. Sérstaklega ef við förum að tala Drottinn á stöðum sem að við vitum bara jafnvel fyrirfram að okkur verður hafnað. En samt vitum við það ekki endilega fyrirfram, en þess að maður veit aldrei hvað gerist. Fólk getur allt einu bara að segja að sér, sko. Fengi opinberun og tekið við Jesús Kristus frelsara sinn. En það sem ég er að koma inn á að við getum fengið höfnun, að vera hafnað. Rauninni bara fagnaðarritinu hafnað. Jesús Kristur er rauninni hafnað. Það er rauninni ekki verið að hafna okkur þegar við bóðum fagnaðarritinu. En ef við gætum ekki þá getum við tekið þessu höfnun inn á okkur. Og burðast með hana. Og jafnvel bara ekki þora að segja frá að því að okkur var hafnað. Þegar við vorum að segja okkur frá Jesús Kristi. Og sumir lendi í að fjölskyldan hafnaði, eða jafnvel vinir. Ég þurfti að yfirgefa marga vini mína þegar ég kom í kirkjuna fyrst. Bara hætti að umgangast þá. En margir af vinum mínu, þeir komu inn í kirkju síðan og frelsumst. Danni, eitt dæmi hérna. Ég og bróðir hans voru mjög miklu vinir og ég kynntist Danna þá, þegar ég var unglingur. Og Danni er í kirkjunni í dag. Bara sem dæmi. Þannig að það er allt sem getur gerst. Halleluja. Það kemur til í hugan á mér, ég var reyndar ekki búinn að taka það saman, að það kom í hugan á mér að þegar Jesús var skírður af Jóhannes skírara, að þá sagði Jóhannes við hann, ég er ekki verðugur að skíra þig. Ég er ekki verðugur hann segir á einu stað, ég er ekki verðugur að bera skó þína. Já, og leysa skóna, það var svona sikkurt staðnum, sikkurt guðspjöllinu. Og þetta er einmitt þessi skór óveruleika, höfnunar. En Drottinn sagði við hann, þú þarft að gera þetta til þess að fullnægja öllu réttlæti.
Þannig að Drottinn, hann gerði hann réttlátan til þess að hann gæti gert það sem rétt var að skýra hann. Og þannig það með okkar líf. Hann gefur okkur réttlætisverk. Og ná þess að stíga út í því að gera góða hluti. Hann gerir okkur verðið þrátt fyrir óveruleika okkar. Og Drottinn hafði þó óveruleikan á okkur. Það var vatn sem kom fram í klettinum þegar Ísraelsmenn voru að ganga í gegnum eyðimörkina. Og þetta vatn, það var sett í eirker sem var smíðað í tjaldbúð Móse. Og þetta eirker var staðsett svona eins og ef við horfum andlega á það sem að fæturnir eru á Jesú Kristi. Það er kannski ekki allir sem skilja þetta, en ég er svona fleygju sem framfyrir þá sem að skilja þetta. Þannig að Drottinn, hann þvær óveruleika af okkur, skömm og óveruleika af okkur þegar við beygjum okkur við fætur hans. Og það segir í Nýja testamentinu að við eigum að skoða okkur í orði Guðs. Það er eins og horfa í speil að skoða sjálfan sig í orði Guðs. Og inn í þessi eirkeri, þegar Ísraelsmennir voru að þvo sér, voru speglar kvennanna sem að gáfu inn í tjaldbúðina að búa til þetta eirker. Þannig að þeir gátu séð þegar þeir voru að þvo sér með fæturnar og þeir gátu séð þegar þeir voru að þvo sér með hendurnar. Þannig við þurfum að læra að þvo skó óveruleika og höfnunar á okkur. Og við þurfum líka að læra að þvo hendur okkar af efa og reiði. Til þess að vera hæf að þjóna Guði og ganga þessa göngu. Halleluja. Þannig að fólk getur sagt alla og alls konar hluti við okkur og komið alls konar fram við okkur. En það er okkar val í dag, vegna sem við höfum Jesú Krist í okkar lífi. Við höfum betra val heldur en þeir sem þekki ekki Jesú Krist. Áður við þekktum ekki Jesú Krist, þá höfðum við ekki mikið val, en núna höfum við val. Að við þurfum ekki að láta það hafa eða dvelja í því í marga daga. Það kemur stundum fyrir. Ég veit bara mitt líf, ég lenti í reynslu, eða ég fór að ákvaða að tala þetta, þá lenti ég bara í reynslu með þetta. Ég var ekki eins góður ég hélt. Skiljiði, Guð setur bara hitan á og þá bara opinberast eitthvað í manns lífi. En ég bara sé þetta betur út frá því líka. Þú veist, að hafa farið í kærni með þetta eina fyrir enn, að þá sé ég orðið betur. Ég sé betur hvernig ég er og hvað ég þarf að gera. Þannig virkar þetta. Að leyfa orðinu að hreinsa sig. Og við gerum það bara með því að kannast við hlutina, bara segja Drottinn, svona er ég, en ég vil breytast. Ég bið þig að breyta mér. Halleluja. Ég sagði bara við Drottinn, ég finn mig óverðan til þess að koma upp og tala orguðis. Ég fann það bara, ég fannst í alltaf bara óverður. Kannski var ég að finna óverðuleika einhvers annars inni, en allavega fór ég upplega að ég var óverður. Ég finn þetta ekki alltaf, ég bara fann þetta núna bara í lokjörunni. Og ég sagði við Drottinn bara, þú veist, ég byrði bara þóðan óveruleika að mér. Og ég fann bara að það bara gerist eitthvað. Og ég finn bara hvað það er auðvelt að tala orð Guðs. Bara mjög auðvelt fyrir maður að tala orð Guðs núna. Ég finn eins og bara svona flæði og bara svona velvild Guðs í þessu. Þess að hann vill leysa okkur frá þessu. Þannig við þurfum að læra að taka okkur skó höfnunar og íklæða skóm fúsleikans. Halleluja. Herklæðin í Efesíu 7. kafla, við fáum hérna skó fúsleikans til að boða fagnaðarerindið. Halleluja. En fagnaðarerindið er líka það að við sættist við hvort annað, skilja. Við fólki sem er búið að taka við Jesú Kristus blessun. Þannig mér skilja ekki neitt. En líka við hina sem er fyrir utanstanda. Eins og er okkar valdi. Halleluja. En þetta getur tekið á. Ég gat ekki fyrirgefa. En ég lærði það fyrirgefa. Ég bað Drottinn bara að hjálpa mér að fyrirgefa eins og hann hefði fyrirgefið mér. Og ég þurfti bara að fara hnén stundum, bara fram fyrir Guð og segja, Drottinn, ég vil ekki fyrirgefa þessar persónu, en ég tala út fyrirgefningu núna í þínu nafni. Bara nefndi nafn af manneskinu og bara þetta var eins og laukur, bara svona smá saman var bara svona skrælt á honum. Þannig að bara ég fann mig alltaf frjálsan. Gaf hvað persónunni. Halleluja. Ég þurfti að ganga í kennu lífi bara með mikla reiðin í mínu lífi. Og reiðin hjá mér þegar ég var krakki að ég braut og bramlaði hluti. Það var alveg þannig, ég var þannig reiður sko. Skiljiði. Hættulega reiður. Þannig ég veit alveg hvað ég er að tala sko.
Halleluja. En Drottinn, hann byrjaði að vinna verki í mér. Hann bræddi hjartað mitt. Hann bræddi, hann eiginlega, við erum með svona mismunandi forúð utan að hjartað. Sumir hafa þunna forúð, þannig að þeir hafa verið mjög næmi fyrir umhverfinu, næmi fyrir anda Guðs, eða næm, það var köfólk. Ég tala eins og segja kallmenn, af því að kallmenn. Og sumir eru með svona meiri forúð utan að hjartað. Þeir eru erfið með að finna umhverfið og líka fyrir anda Guðs. Drottinn, hann hvetur okkur til þess að umskerast á hjarta okkar. Þannig að við verðum næmari fyrir honum og næmari fyrir fólkinni í kringum okkar, þannig að við getum þjónað í lífið þess. Ekki að við sem að bara forherða hjarta okkar til þess að brynja okkur fyrir sársauka og við reisum veggi höfnunar þannig að enginn komist nálægt okkur. Heldur að fella niður þessar varnir, læra að vera berskjölduð. Þannig að andi Guðs fái flætt í gegnum okkur og mætt fólki. Og líka bara þannig að við getum bara verið eðlilega við hvort annað og sýnt hvort öðru kærleika og uppbyggingu. Við getum verið það mikið með reið og höfnun í okkar lífi að við reisum svo mikla múri í kringum okkur að fólk kemst ekki að okkur. Og þetta bara, við gerum þetta sjálf. Það er enginn annar sem að gera þetta. Við gerum þetta sjálf ef við erum í þessu ástandi. Ég þekki þetta svo vel. Ég átti bara með að fara innan fólk, sko. Bara eins og þegar ég kom fyrir samkoman, ég bara þorði ekki að koma á samkoman. Mér fannst betra bara að vera að drekka einn heima eða eitthvað. Það var orðið þannig að ég var eiginlega bara hættur að umgangast fólk með þess að líka. Ég var bara að drekka bara einn heima eða eitthvað. Svo þeir áður tala áður en ég frelsaði, sko. Þannig að við getum búið til okkar eigin vígi sem við bara komumst ekki út úr. Drottinn getur leyst okkur frá oss. Það er svo mikið von í Jesú Kristi. Hann getur leyst okkur frá oss. Halleluja. Við erum sköpuð í Guðs mynd. Við erum sköpuð sem líkami, sál og andi. Og við höfum hjarta inn í okkur. Og í gegnum þetta hjarta að þá er eins og svona öxull, bara eins og hjóli, skiljið það ekki öxull á hjólum, sem að stýr hjólið tilveru okkar. Og þessi öxull er viljinn okkar. Og inn í hjarta okkar, að þar er andi okkar. Og þessi andi, hann skilur bara, eða skynja bara himneska hluti eða áhrif sem er andlegt, má segja frekar heldur himneskt, amnest. Hann skilur bæði andlegt, himneskt, og svo líka vera eitthvað illt, eins og illir andar eða þess áttar. Þannig að andinn í okkur, hann á mjög auðvelt með að verða þungur. Og það er þrenns konar þungi sem við finnum í okkar lífi. Það er svona eins og hryggð Guðs eða hryggð heilags anda þegar við erum að gera eitthvað að okkur. Þegar við erum að gera eitthvað sem við ættum ekki að vera að gera og við komum ekki með það til Drottins til að iðrast. Að þá finnum við þessa hryggð Guðs og hún kemur eins og þungi. Það er svona finnum við sektarkennd, skiljið. Bara sem dæmi. Skömmin er ekki frá Guði. Sektarkenndin kemur frá Guði. Þegar hann er að sýna okkur að við erum að gera eitthvað rangt. Það getur hugsun, tilfinningar, það getur gjörðir, það getur hvað sem er. Og við þurfum bara að læra að koma með það framfyrir hann. Biðjum að fyrirgefa okkur. Þá er hann trúr, ef við játum okkur syndin, þá er hann trúr og réttlátur og hann fyrirgefur syndirnar og hreinsar oss öllu ranglandi. Þannig við þurfum bara að vera duglegir. Bara ef við finnum þessa hrið eða þunga frá Guði koma á okkar líf að bara beygja okkur fyrir honum og bara játa synd okkur að gera yfir. Síðan að þá líka finnum við frá okkar eigin vilja, okkar eigin holdlega vilja, spilta vilja, þá getum við fyndið bara svona eins og bara eitthvað svona spilt og illt, syndum, og það kemur þunga á líf okkar. Og ég fer í gegnum þetta svona aðeins örstuð svona þegar ég er búinn að tala um þetta. Og síðan að þá finnum við líka umhverfið. Illa anda, við getum líka verið heilarandi, og síðan líka bara hvernig fólki líður í kringum okkur. Og fólki mismetar næmtana, eins og ég var að tala um. Sumir eru næmari aðrir. Og sumir eru meira fyrir það að vilja stjórna heldur en aðrir, skiljiði. Það er vandamáli í okkar lífi þegar Adam og Eva féllu í synd,
að þá vildum við verða sem Guð. Og það gengur út á það að stjórna, ráða sinn eigin lífi sjálfur, gera sem ég vil og þess áttar. Þannig að við erum bara svo lítið Guð í okkar lífi. Halleluja, Jesus, þakka þér drottinn. Halleluja, Jesus. Halleluja, drottinn, þakka þér, Jesus. Amen. Þannig að and okkar, að í gegnum lífið, og jafnvel þegar við vorum börn, að þá byrjum við að finna hennar þunga koma á and okkar. And okkar sem að dregur okkur niður, lætur okkur líða illa. En drottinn hann vil hreinsa and okkar. Það segir orð Guðs að við eigum að hreinsast á anda, sál og líkama. Þannig að drottinn vil líka hreinsa and okkar, til þess að okkur líði vel. Þess vegna gaf hann heila landinu í okkar líf. Vinni, kærleikur, gleði, friður. Halleluja. Þannig að drottinn hann vil létta þessar byrði af okkur. Bara eins og þegar ég tók við Jesú Kristi, þá bara fór byrðin af mér. En í gegnum lífið þá finnum við hana þunga og sumir eru bara fastir í þunga. Og ég ætla aðeins að koma inn á það svona örstutt. Ég sé að ég hef ennþá tíma. Þannig að þungin á and okkar sem er svona næmur, að hann kemur á þrennskan hátt. Vegna hliðar Guðs, eins og ég sagði, vegna okkar holdlega vilja, synduga eðlis og vegna annara í kringum okkur. Og það þarf ekkert endilega að fólk sé að gera okkur eitthvað illt. Það getur bara verið það að við erum að skynja bara hvernig fólki líður jafnvel, ef þú ert mjög næmur. Hverjir eru rosalega næmir? Ég er rosalega næmur, ég hef alltaf verið svoleiðis. Bara eftir ég frelsaðist og bara var fullorðinn maður, þá er ég ennþá að læra að taka ekki úr umhverfinu inn í mitt líf, sko. Bara ennþá. Ég bara tók bara inn á mig hluti sem að bara jafnvel tilheyrir mér ekki. En ég er að læra þetta betur í dag. Ég er ánægður næmur, en Guð notar þetta líka til góðs. Ég skynja líka hvernig fólki líður. Bara eins og þegar ég kem inn á samkomu að þá bara fæ ég ákveðna hluti tíminn, en það er einhverjarn inni sem er með svona og svona, það skiljiði. Þannig að Guð getur líka að nota þetta til góðs og hann vil gera það. Þegar hann kemur þungi á and okkar á einhvern hátt, þá förum við smá saman inn í svona niður þrep þunglyndis. Við förum smá saman inn í þunglyndi. Þannig að okkur fyrir að líða illa og bara við förum smá saman inn í meira og þetta getur orðið svo mikið að við bara ráðum ekkert við þetta og í rauninni ráðum við ekkert við þetta, en Guð getur leyst okkur þarna líka. Og ég kem með lausnina þess á eftir. Ég ætla aðeins að útskýra það er svona 4 stig sem við löpum inn í, eða förum inn í til þess að verða þunglynd. Halleluja. Hverjir hafa verið rosa óánægðir og koma að samkomur rosa óánægðir og verið bara jafnvel bara leiðir og dapurlegir og bara þungir, leiðið illa. Svo bara kemur andi Guðs með þér, bara allt er bara að fara að skemmtilega hlæja. Þannig að Guð getur alveg gert þetta fyrir gjöf líka, sjáðu. Hann gerir það oft. Ég oft liðið svo illa maður að bara, ég veit ekki hvað, en ég byrja bara að velja að lofa Guð og jafnvel ekki. Það er einhver annar sem að gera á samkomunni kannski. Og andi Guðs kemur niður og bara, allt er bara komin hláturskast. Þannig að Guð getur bara eins og svelt fingri að breyta þessi í okkar lífum. Og ég trúi að það vilja gera þetta í dag. Ég sá einhver bara að hlæja allavega. Það bara einhver að hlæja. Þannig að fyrsta stigið er það að við bælum niður reiðina. Það gerist eitthvað í okkar lífi og við verðum reið. En við viljum ekki kannast við það, sjáum við til. Af því að við viljum stjórna og reiðin er út af því að við viljum stjórna og ráða og ríkja. En svo gerist eitthvað sem að gera verkum að það er öðruvísi heldur en að við vildum akkurat þarna. Og það getur verið hvað sem er. Þið getur bara, þið sjáu þetta ykkar eiginlegum örugglega. Guð opinberar það örugglega. Þannig að það getur verið hvað sem að gerist, sem að gera að verkum, að það ruggar reiðinni. Í raunveruleika okkar, í raunverulega lífinu, að þá gerist eitthvað sem að segja það að við stjórnum ekki. Kringumstæður og getur líka verið fólk. Þannig að bælda reiðin segir, við verðum reið og við bælum niður reiðina, það er fyrsta stigið. Bælda reiðin segir,
ég er ekki í jafnvægi, skiljiði, það kom eitthvað við okkar sem að gerði það að verkum að við erum ekki að stjórna, eins og við héldum og viljum. Og hún segir, ég er samt ennþá sá sem að stjórna. Ég bæli bara niður reiðina. Ég reiður að þegar þetta gerðist í raunveruleikanum og bara það bara opinberast að ég er ekki raunverulega vel að stjórna. En ég bæli niður reiðina til þess að fela að ég sé reiður og ég er samt ennþá bara í jafnvægi og stjórna, þó ég sé það ekki. Þegar reiðin gerir það að verkum að við erum ekki í jafnvægi. Og reiðin segir, þessi bældareiði segir, ég mun gera allt til þess að láta það líta vel út að ég sé í fullkomnu jafnvægi. Þannig við fyrir að setja grímur á okkur, alls konar grímur á okkur, að láta líta út fyrir allt sé í lagi, þó það sé ekki svoleiðis inn í okkur. Og svo smá saman, þegar þetta fer að vera mikið, að þá fyrir að missa tökinn á okkur. Bara eins og ég þegar ég var lítið strákur, ég braut hluti. Bara fyrir dæmi. Það var ekkert endilega þannig fyrst. Þannig að við förum að fegra hlutina á þann hátt að við viljum ekki láta líta út fyrir að við okkur, við höfum klúðrað hlutunum aðeins eða eitthvað svona að við séum reið og við viljum ekki láta líta út þannig. Við bara förum að fela það, bara þrýstið niður. Og við þrýstið niður í ómeðvitund. Bara frá því að við vorum litli krakkar. Þannig að þetta verður alltaf verra og verra vandamál. Þannig að þetta er fyrsta stigið. Við viðurkennum í rauninni ekki sekt. Við förum bara svona í afneitun, við viðurkennum ekki, við bara svona hreinskilnislega að þá viðurkennum við ekki að við séum reið. Þannig að fyrsta stigið, fyrsta sem við getum gert er að sigrast á þessu. Það er bara að viðurkenna að við séum ekki jafnvægi, að við séum reið. Og biðja Guð að fyrirgefa okkur og biðja hann að koma þarna inn og breyta okkur. En ef við gerum þetta ekki, þá förum við í næsta stig. Og næsta stigið að við byrjum að vernda reiðina. Við byrjum að byggja þessa múra verndar. Og við segjum, ég er sá sem stjórnar og ég læt það líta út að það sé allt í lagi. Ég mér gera allt til þess að láta það líta út að það sé allt í lagi. Síðan þriðja stigið, og ég ætla að fara aðeins dýpri í því, ég ætla bara svona að opna þessu upp hvað þetta er. Þriðja stigið er kraftur sjálfsréttlætingarinnar. Sjálfsréttlætingin kemur inn. Í staðinn fyrir að taka við réttlætingu Guðs, að játa sekt og sök, og við þurfum hjálp, að þá byrjum við að sjálfsréttlæta okkur. Og við byrjum að byggja svona draumaheim. Við förum að lifa í bara fantasíuheim, okkar eigin draumaheim inn í okkur, þar sem að við ríkjum. Og ég þessu draumaheim að þar erum við sem að ríkjum. Hverjir hafa dreymt svona drauma þegar bara alveg bara númer 1 og allt með þetta, allt og það er bara þetta svona mynd dæmi svona þetta, skiljið. Halleluja. Eða einhverju dagdraumar, við förum að svona byggja draumaheim til þess að flýja valjöðinina, reiðina, bældi reiði, skömmina, sásaukan. Og síðan er fjórða stigið, það verður svona eins og refsandi, tortímandi reiði. Það verður svona eins og pittur eða vígi þunglindis í okkar lífi. Og sem að segir, ég ræð og ég mun refsa sjálfum mér og öðrum fyrir það að ég sé ekki meðtekinn. Þannig að við erum að segja í stolt okkar, út frá stolt okkar, þetta er allt út frá stolti. Já, það getur gert það. Ég var að glíma í sjálfsmorðshugsanir, ég var alveg komið þarna, sko. Við segjum í stolt okkar, ég er sá sem ræður í öllum kringastæðum og aðstæðum. En hver er sá sem að ræður í raun og veru? Hver er sá sem hefur allt vald? Amen, hann heiti Jesús. Halleluja. Þannig við þurfum bara að læra að koma með þetta fram fyrir hann, beygja okkur fram yfir honum. Þannig að við bælum í rauninni niður reiðina vegna þess að stolti okkar er ógnað á einhvern hátt. Við erum hættu að vera afhjúpuð.
Og ég ætla aðeins að fara betur í þessu 4 stig. Tekur ekki langan tíma. Fyrsta stig bældrareiði segir, ég er ekki í jafnvægi, muni, það gerist eitthvað sem að raskar því að við séum að stjórna, eins og við viljum. Ég er ekki í jafnvægi, en ég er samt ennþá sá sem stjórnar. Og ég læt allt líta út eins og allt sé í þessu fína lagi. Þannig að með því að láta allt líta út eins og allt sé í fína lagi, að þá erum við ekki raunin að sýna reiðina. Ekki nema að við séum bara komið svo mikla reiði að við getum ekki bara stjórnað henni. Og það gerist oft þegar fólk er að rífast. Til dæmis. Fólk bara komið á svona dýpra stig, skilji. Og við þá þrýstum reiðinni niður í ómeðvitundina til að sanna fyrir okkur við séum í jafnvægi að við séum ekki hrædd að vera hafnað. Þannig að við erum með hana ótta höfnun í okkar lífi að ef að fólk sér hvað er raunverulega að gerast í okkar lífum, að þá viljum við ekki láta það sjást þannig, þess að við erum hrædd við að vera ekki elskuð eða meðtekin eða hafnað, eða jafnvel að fólk fyrir að batala okkur eða eitthvað. Þannig að þess vegna felum við ástandið. En munið, lausnin er svo að bara játa straff fyrir Guði og bara koma með þetta straff fram fyrir Guði. Það rífur þetta ferli. Þannig að við erum svona að fá með ótt inn í okkar líf að við séum einskis virði í augum annar og enginn elska okkur. Bældareiðin segir í rauninni, ég er ekki sá sem stjórnar, en þess að ég er búin að missa stjórnina í rauninni í ástafanum, en ég er samt sá sem að stjórna. Ég er bara reiður eins og ég ætla að stjórna. Og ótti við höfnina segir, ég er ekki sá sem stjórnar, svona hjálpar af annir í rauninni, en ég er samt sá sem stjórnar. Þannig að þetta snýst alltaf það, þetta er bara stolt og reiðin er bara stolt, það er rauninni roki að bara halda áfram í ástandinu. Í staðan fyrir að beygja sig bara fyrir Guði, auðmýkja sig bara fyrir Guði. Þannig að lausnin er alltaf auðmýkja sig fyrir Guði. Þess vegna hef ég lagt svo mikla áherslu, og við höfum lagt svo mikla áherslu að þessi kirkju að gera þakkir í öllum hlutum, líka þegar við verðum reið, og læra að blessa nafn hans í öllum hlutum, líka þegar við verðum reið. Þetta er aðaldæmi sem við þurfum að sýra í okkar lífi. Þannig að við myndum aldrei fara niður í pitt þunglindis ef við myndum takast á þetta á fyrsta stiginu. Og ef við byrjum að takast á þetta á fyrsta stiginu, þá hreinsa Drottinn allt út, smá saman. Halleluja. Annað stigið sem að verndarreiðina segir, ég er sá sem stjórna og ég mun útskýra hvers vegna. Eftir að við höfnum að koma með reiðina til Guðs, þá förum við í þetta stig að byrja að vernda og réttlæta reiðina. Og við byrjum að kenna öllum okkar líðan. Margir fara úr kirkju vegna þess að það byrjar eitthvað að gerast í þessum hlutum og þeir byrja að gagnrýna. Nú, staðan fyrir að lóðgerðin var rosalega flott eða eitthvað, ég bara nefna dæmi, að þá bara, þetta bara er ekki alveg eins og ég vildi, sko. Bara við byrja að gagnrýna og draga þessi í einangrun. Byrja að réttlæta, kenna öðrum Við kennum öllum öðrum í staðan fyrir að játa bara að við séum sek. Og jafnvel þó að einhver hafi gert á hlut okkar sem er rangt, að ef við bregðumst rangt við, bara til þess að með því að vera reið, þá erum við að sek líka. Þannig við þurfum bara að byrja að játa sektina í raun og veru, til þess að losna út úr þessu. Þetta er alltaf eins. Þetta er svo einfalt, fagnaðurinn er svo einfalt. En við þurfum að heyra þetta. Ég þurfti að heyra þetta. Og við byrjum að tala ósannleika. Við byrjum að fægra hlutina. Við setjum alltaf í svona fagran búning. Þetta var ekki, allt þess að bæta ástandið hjá okkur. Við erum að endurlýsa okkur sjálfur með því
já, bara búa til svona, já, svona að færa hlutina og kenna öðrum í staðinn fyrir að viðurkenna bara eins og er. Þriðja stigið, það býr til sinn eigin draumaheim og bara frá því að við vorum lítið börn að þá hafum við búið til okkar eigin fantasíuheim. Til þess að við höfum bælt reiðina, við höfum vernda reiðina með því að réttlæta og kenna öðrum og við förum inn í okkar eigin fantasíuheim þar sem við spilum svona, jafnvel þegar við vorum eldri þá erum við bara að spila svona lengri teip eða svona segjubalsumtökur af því hvað við vorum að segja þegar við vorum lítil. Og sumir lenda í meiri áföllum en aðrir, það er bara staðreynd. Þannig að þetta gæti verið verra hjá einhverjum heldur en öðrum, hugsanlega. Og við byrjum í rauninni svona að bara búa til okkar draumaheim og tala ósannleika. Allt þess að vernda, það sem er raunverulega að inn í okkur. Bara nefnum bara litla krakka, bara svo auðvitað að sjá hjá krökkum. Bara sem er að keppa kannski bara í einhverju leik og síðan tapar eitt barni og börn eru líka mismunandi þarna. Og barnið fyrir alltaf að segja, þú svindlaðir. Þetta er svona dæmi lygi. Það getur verið að, sá sem var að keppa við viðkomandi hafi verið að svindla. En svona, barn getur sagt þetta líka, bara til að segja, ekki viðurkenna það að raunverulega var bara hinn betri. Skiljiði. Ég var ekki alveg eins góður eða þetta gekk ekki eins vel hjá mér. Og það bara brestaði svona við, þannig að þú svindlaðir. Þannig að þetta er svona eitt dæmi. Þannig að okkar stolt í okkar draumaheimi getur sagt, ég er sá sem ræð, ég þarf ekki að beygja mig fyrir neinum eða lúta stjórn annarra. Ég get verið eins og ég vil. Og þarna erum við að byrja að dæma umhverfið, gagnrýna umhverfið, bara á skaðlegan hátt, til þess að réttlæta okkar eigin ástand. Ég get hafað mér eins og ég vil, ég get gert það sem ég vil, enginn þarf að segja mér fyrir verkum. Og þá er svona erfitt að fara í það að jafnvel að refsa öðrum, að gera eitthvað á jafnvel hefna sín. Og þetta gengur allt út af það að ég vil stjórna. Ég er minn eigin Guð í mínum eigin draumaheimi. En þetta gefur vanlíðan. Og þarna byrja jafnvel sjálfsmorðshugsanir að koma, eða þá að fólk þarf að fara í eitthvað, áfengi, eiturlyf, bara hvað sem er. Það er ekki endilega eitthvað slæmt, það getur líka verið eitthvað annað. Og fjórða stigið er bara að það verður svona eins og tortímandi reiði innan með okkur, í ómeðvitundinni, og sem að fer að brjótast út á skaðlegan hátt. Sumir glíma við að skaða sjálfa sig, sumir glíma við sjálfsmorðshugsanir, eða maður refsar sér á einhvern hátt, hverju kannast þið það? Og þau voru að refsa ykkur á einhvern hátt. Bara með einhverju skaðlu gjörðum. Ég hef verið þarna og ég sé þetta stundum komið upp í mínu lífi ennþá. Ég er alveg hreinskilinn. Það getur þá komið út í því formi að þegar maður er svona að velja rétt, leitast við að velja rétt og þjóna Guð og gera vilja Guðs. Ég hef þá þrá, mjög sterkt í mínu lífi. En samt getur þetta þegar ég klúður einhverju, eða þegar ég fell, eða gera eitthvað sem ég ætti ekki að gera, þá kemur stundum þessi skaðlega hegðun upp í mínu lífi. Að vilja bara, fara að refsa sjálfum með því að gera þetta ennþá verra, skilji. Jafnvel hefna mín, skilji, á einhverju. Ég hef verið að vinna og stundum ekki fengið, ég er að vinna sjálfstæð, stundum ekki fengið borga bara fleiri milljónir, sko. Það er alveg farið í genið það. Og þá hefur komið þessi gamla reiði upp að bara fara, ná í gaurinn og bara, virkilega hrista til, sko. Bara handrauka, sko. Skiljiði, þetta er bara svona eitt dæmi í mínu lífi. Þessi óstóð sem kemur upp. En ég fengi ná bara til þess að ég áta þetta og beða Guð fyrirgefa mér, hjálpa mér að glíma við þetta. Og hann er trúfastur og hann gerir það. Svo hef ég lent í þessu aftur,
þá finn ég ekki eins mikið fyrir að ég vilji gera einhverjum, skiljiði. Þannig virkar þetta, ef við játum eins og er. Þannig að mikið þunglindi, að það er hægt að losna frá því. Bara með því að segja Guði, bara þú veist, ég vil ekki vera svona. Gæðu mig gleði. Ef þú ert með ófrið, gæðu mig frið. Ef þú finnir að sérst ekki verðu að elsku, þú veist, drottinn, hérna, leið mér að finna kærleika þinn. Halleluja, Jesus. Amen. Ef við ekki að standa upp núna, ég ætla að lokum að lesa nokkur ritningavers, ég sé að fara að líða á tíman. Og við langar að segja ykkur út frá þessar ritningaversum að það er hægt að þjóna til sjálfsins. Við þurfum ekki að láta aðra endilega þjóna inn í okkar líf. Við getum þjónað sjálf inn í okkar líf. Og þetta er æfing.